Sæbi, tap hérna í dag, hvernig metur þessa frammistöðu? Ég met frammistöðuna vel. Við erum að spila á móti góðu liði, fyrsta lagi, mjög góðu liði og þær eru að fara í Evrópukeppni eins og við bara fara á fimmtudaginn eða miðvikudaginn. Við förum á morgundaginn til Makedóníu, þannig að frammistaðan var góð. Auðvitað skrítið að segja það en við spilum sóknarleikinn okkar á köflum mjög vel. Við vorum loksins að finna opnanir á bakvið og þær voru að skipta á hindrunum og við náðum að búa okkur til færi trekk í trekk þar sem við fengum bæði vorum að gefa hann inn og út, þannig að sóknarlega séð gerðum við vel mjög lengi og svona, þær hengdu aldrei hausinn og voru mjög svona duglegar og bara stóðu sér vel. Leikurinn var eiginlega bara búinn í byrjun seinni hálfleikar, það var verið auðvelt að hengja haus en það var ekki staðreynd í þínu liði í dag. Nei, alls ekki og við fengum nú Jón Arnór Stefánsson búinn að vera í heimsókn að kíkja á vegum landsliðsins og hann spjallaði eins og stelpurnar í gær eftir tapleikinn á móti Dönum og eins og hann sagði sjálfur, hann hefur verið í landsliðum, í yngri landsliðum þar sem þeir hafa tapað með 50, 40 eða 30 og það var aldrei að gefast upp og við þurfum bara að vinna fyrir öllu og ég var mjög ánægður með effortið á liðinu og þriðji leikluti við jafn 16-16 og það er náttúrulega ekki boðið að fara að gefast upp. Þú ert að spila hérna fyrir landið og þú spilar eitthvað 12 landsleiki á ári ef þú ert svo heppinn að komast í landsliðið og það er ótrúlega svekkjandi þegar maður fer síðan heim og hugsar ég gerði ekki allt sem ég gat sko. Þannig að við reyndum að bara minna þær á það, þetta skiptir máli og þetta skiptir þær máli. Þær eru búin að leggja gríðarlega mikla vinnu á sig að reyna að vera á þessu stað og komast þetta í sínum félagsliðum og ég er ánægður með liðið mitt og þær voru duglegar og vinnusamar og finnska liðið var bara betra og við þurfum bara að reyna að vinna með það og bæta okkur til dæmis eins og varnarlega 1-1 vörðin okkar var ekki nógu góð og svo er það reyna með eitt risa sem við bara riðum ekki við sko. Ég er nú 40 ára á árinu og ég var ekki alveg viss hvort hún væri á svipum aldri eða stelpurnar. Þetta eru 5 leikir búnir, 2 sigrar, hvernig er þetta að horfa tilbaka eftir þetta að Norðurlanda? Já, 2 sigrar, við hefðum viljað ná 3. Við erum svona slag, sko, Danmerkurleikurinn var eitthvað annað sko. Það er press okkur í 40 mínútur og 60 stigum yfir og allur pakkinn sko. Og bara gott að blessa til hamingju með það. En Svíaleikurinn, hann svíður svolítið. Við hefðum með aðeins betri svona framistöðu því við vorum með þær á löngu köflum í fínum málum. Og þessar stelpur, þetta lið lenti í 3. sæti á síðasta, þegar þær voru á þessum aldri, þegar þær voru 16. Og við höfum það markmið, þannig að við náðum svo sem ekki markmiðun okkar hvað það varðaði en árangurinn var hins vegar fínn. Við erum að spila á móti góðu liðum og andstæðingarnir okkar eru stærri og sterkari heldur við og við erum að reyna að vinna nýja vinnu og þetta er æfingamót í þeim skilningi en hins vegar bara flott, góður undirbúningur og við vitum hvað við höfum núna til þess að laga á morgun og hinn og fyrir svo bara á Tyrklanda á föstudaginn. Ég ætla að segja að það er önnur staða í ykkur þegar fara beint að Evrópumót, hvernig er það? Það er skrítið en það hefur kostað galla. Gallarnir eru þetta er rosalega löng ferð. Við erum núna búin að vera hérna í viku og förum í 14 daga í viðbót til Makedóníu bara á morgun, förum í fyrramálið en það er frábært líka. Við erum búin að vera með þessum hóp núna í sumar og það verður bara rosalega gaman að fara í Tyrkland og sjá hvernig þetta þróast sko. Við hefum Tyrkland á föstudaginn, fyrsta leik og Evrópukeppnin er alltaf erfið og við vorum búið að fækka liðum í A-deildinni þannig að við fáum að etja kappi við lið eins og Tyrkland sem hafa verið mjög góð í A-deildum undanfarin ár sko.